Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur staðaskrá SARPs en hún sameiginleg með öllum þeim söfnum sem að nota SARP. Hún orðin nokkuð ítarleg en það kemur stundum fyrir að fólk finnur ekki staðinn sem það ætla að tengja við. Þannig að þá getur maður farið hérna upp í borðan og smellt á staðaskrá, en ef þið sjáuð ekki þetta hérna þá gætu þið þurft að smella á línurnar 3 hérna í horninu og þá kemur sem sagt svona efri borði og þá það sem sagt safnkostur og staðaskrá. Til þess að búa til nýjan stað þá fer maður hérna í plúsin niðri og ef þetta staður á Íslandi þá hægt að smella hérna á leita í HMS, en þetta sem sagt tenging við húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þá smelli ég á þann reit og þá opnast svona leitargluggi og hér get ég sem sagt slegið inn heimilisfangið sem ég að leita að. Segjum að við leitum hérna Aðalstræti 10 og þá fæ ég líklega nokkra niðurstöður hérna fyrir neðan af því að þessi staður til nokkrum stöðum á landinu. Þannig að ég smelli hérna þann sem að mig langaði búa til. Þá fæ ég svona ítarupplýsingar hérna, þannig að ég get fullvissa mig að þetta sé staður sem ég ætlaði að færa inn í staðaskrá SARPs og ég smelli hérna á OK niðri. Þá flytjast nokkrar upplýsingar frá HMS inn í staðaskrá SARPs, þannig að ég þarf ekki að fylla þær út. Og þá má sjá að nokkri reitir úr skráningunni hjá Húsa- og mannvirkjastofnun hafa komið yfir og ég þarf ekki að fylla út í þessa reiti og við fáum hnitin með á staðnum. Við þurfum reyndar að velja einn sýslu hérna og svo getum við fyllt út fleiri upplýsingar ef við viljum og smellum svo á vista.